Góðan daginn. Við erum mætt til þessa leiks okkar með allt til taks sem á að vera. Kertinu sínum stað og kveikjarinn og ljósgjafinn. Einu sinni voru þetta kallaðar eldspýtur. Það er nú til held ég, en ég held að sé nú fæstir sem að nota orðið eldspýtu, eða ekki? Eða hvað? Er ég eitthvað að bulla núna? Ég bara þekki þetta ekki. Og vatnið maður, það sýkur okkur ekki frekar en fyrir daginn. Íslenska heilnama vatnið. Það er aldrei skott. Og hér á vinstri og hægri hönd eru bækur, bókana, sem við vitum að er Biblían, og kristinn maður sem skilur hlutverk sitt er sólginn í að ekki bara eiga, heldur að lesa. Heimili, mörg, ekki öll. Fannst nú einhvern veginn til eigandi og tilhlýðilegt að eiga Biblíu, þó fæstir kannski læsana. En þó veit maður aldrei hvenær mönnum snýst hugur með það að lesa ágætt Guðs orðið, þannig að við gerum að sjálfsögðu ekkert lítið úr því. Ef að fólk vill eiga Biblíu, þá er það þetta alltaf besta mál. En til þess erum við nú hér að gera til að mynda þetta efni, að við erum að hvetja menn, okkur sjálf og aðra með okkur, til að fletta í þessari bók og meira, lesa hana og stúdera hana svolítið. Kristinn maður sem ekki vill gera þetta, það verður alltaf barn í sinni trú og það ætti enginn maður að vilja láta herma upp á sig, að vera alltaf barn. Við eigum að vera fólkið sem að vitum alveg heilmargt alls konar í kringum okkur. Og þú segist eiga trú og ég efast nú ekkert það að það sé rétt tilgáta hjá þér. Hlýtur því að vera svolítið svona sólginn í orð Guðs. Og það held ég að sé bara besta mál. Klukkan tifar, hún gengur, var hún að pípa eitthvað að sjóðan. Það gerist ýmislegt á stóru heimili. En það breytir nú ekki neinu fyrir okkur. Við erum að ræða Biblíuna og við erum að hvetja okkur sjálf, eins og við vorum að tala um áðan, að orði Guðs. Orð Guðs er mér á sitt hvora hönd. Önnur er svartklædd kápa og hinn er í rauðri kápu. Þetta er reyndar sitt hvor þýðingin, nokkuð gömul þessi hérna megin frá 23, en þessi hérna megin er svo nýjasta. Kom hún ekki 2007, minni það. Það hefur svona komist hana nokkur friður, en þannig er nú með þetta ágæta biblíudæmi að það hefur ekki verið endurútgefin þýdd Biblía nema hún hafi valdið hellingsdeilum og það er eðlilegt. Það segir okkur það að þráttur allt er okkur ekki sama orð Guðs. Að þráttur allt þá finnst okkur ágætt að sumt í það minnst að sé svona eins og við þekkjum það. Allt er á hverfandi hveli og það sem var gilt og gott í gær er orðið úrelt í dag og endalaust verið að pröfa þetta og pröfa hitt til að betrumbæta. Allt er þetta nú til þess að betrumbæta. En samt þó við betrumbætum og þá kemur nú að því að það reynist nú ekki vera alveg eins gott og við ætluðum. Er þetta ekki sagan? Af hverju?
Þetta eru manna verk. Fullkomin maður, fyrirgefið, ófullkomin maður, ég og þú, getum ekki búið til fullkomið verk. Þess vegna er gott, mjög gott, ég kann mjög vel við það sjálfur að geta fest hönd á eitthvað sem ég veit að er alltaf eins og það hefur alltaf verið. Hugsunin í orði Guðs er eins sama og hún hefur alltaf verið. Hugsunin í orði Guðs er mannin, velferð og heill mannsins. Hún er sem sagt skrifuð fyrir þetta og er náttúrulega alveg stórmerkilegt fyrir þær sakir að þetta skuli haldast á sama steini og það var skrifað á, ef svo má segja. Hugsaðu ykkur allar breytingarnar sem hafa orðið í Londonum frá því að orð Guðs kom út árið 0 eða 40 eftir Krist, eða hvenær sem það var, eitthvað svoleiðis. Og frá árinu 40 til 2023 eru yfir 2000 ár. Og við, þetta trúaða fólk í dag, erum að kenna þau orð sem Kristur bar sínu fólki. Og lærisveinarnir eftir upprisu hans og stofnun kirkjunar á hvítasunnudag í loftstofunni fóru af stað og í kjölfarið á boðuninni urðu til Guðspjöllin og svo allt Nýja testamentið. Þetta kemur á frekar stuttum tíma. Biblían er skrifuð á öldum, kannski ein bók með aldafresti. En Nýja testamentið kemur á áratugum, kannski 40 árum, kannski hálfur öld, eitthvað svoleiðis. Á hverju? Núna, eftir upprisu drottins, var hægt að gera heilstæða sögu. Það var ekki hægt áður, þess vegna voru þessar bækur Gamla testamentisins að koma svona bara í rólegheitunum. Og það er töluðu raunverulega meira og meina allar það sem við höfum upplifað í dag. Krossfestinguna, frelsana sem átt að koma. Þannig að þegar að lofstofu undrið gerist og kirkjan þar með kemur, var hægt að klára bókina. Þess vegna kom hún á áratugum en ekki á öldum eins og Gamla testamentið er. En það er nú svo einkennilegt þegar þú ert að stúdera hvort sem er Gamla testamentið eða Nýja testamentið, að þú hefur ekki tilfinningu fyrir því að þú sért að lesa svona eldgamla bók, þegar ég allavega hef það ekki. Af því að ég segi, veit það í dag, vissi það ekki áður, að Drottinn lifir. Hann er bara eins og orðið er að lýsa honum í bókinni, hann er svoleiðis eins. Og hann er hér og nú. Hann er með þessum einstaklingi í því verki sem hann er að vinna hér og trúur þessu. Þú trúur þessu eða þú ert trúið manneskja því að þetta er það sem orðið er að segja og kenna. Og trúðu því orðinu. Það þurfum við að gera. Það er eitt af því sem við veljum að gera. Við veljum að trúa orðinu og það er gott val fyrir sjálfan sig að velja þetta. Og það má alveg hvetja mann og annan til þess að taka þetta val. En þú auðvitað velur fyrir þig rétt eins og ég vel fyrir mig og ég hef valið fyrir mig í núna áratugi að þjóna Guði og núna í áratugi að vera alveg að þjóna honum, sem sagt lifibrauðið mitt er á agri Guðs.
Þannig hagaði nú drottinn því máli öllu saman til að hann gerði mér þetta kleift. Ég hef ekki liðið neitt skort og alveg ótrúlegt hvað maður hefur getað gert mikið fyrir lítið, en þetta hlutskipti þeirra sem að þjóna Guði. Að þú ert í öryggum höndum og þú munt finna það og upplifa það, alveg svo ég hef gert og við öll hinn, að þannig er staðan. Þetta er svona. Og þetta finnst mér afskaplega notalegt. Þannig að ef ég vil gefa góður ráð, sem ég þetta vill og þú líka, þá á ég ekkert betra ráð til nema það að við séum að ígrunda þetta orð. Því að það er skrifað prívat fyrir mannin og þú ert manneskja. Það er skrifað prívat fyrir þig. Er ekki merkilegt að tala svona? Hvaða stórskáld leggur vinnu í að skrifa prívat þig? Stórskáld svo sem taka að sér verkefni að skrifa mæta menn á sinni samtíð, þekkta menn sem að kannski áorkuðu eitthvað, ég veit það ekki. En orð Guðs er öðruvísi. Það er skrifað handa mannlífs breiðinni. Einstaklingunum sem búa til þetta mannhaf, það er fyrir þetta fólk. Og þarna einhvers staðar inn í þessu mikla mannhafi ert þú, ég, við. Og við getum notað þessa bók að því við erum sköpun Guðs, við erum sköpun, lifandi Guðs, sem sett í okkur allt það sem hann vildi hafa þar og eftir niður bók sem fræður okkur hvernig best er að gera þetta. Og þeir sem að fara þessa leið, þeir líka vita hvað máli snýst og eru því sólgnir í að gera eins og drottinn býður. Og það er einmitt það sem við erum að gera hér. Við erum að bjóða að fólk geri eins og drottinn býður að sé gert. Og til að tryggja svo bak og brjóst, þá er best, hvort sem er fyrir mig að þig, að bera ábyrgð sjálfur á innihaldi þessari bók fyrir sér sjálfan. Og hvernig ger ég það? Nú ég tek bókina fram, byrja nú á því og svo opna ég hana. Ef ég nota gleraugu þá set ég þau upp og svo get ég lesið eitthvað sem ég langar til að lesa. Og þar kennir marga grasa og öll orðin sem að þarna standi sem vorum að tala áðan, þau eru með einhverjum hætti manneskju. Hvað hún þarf að varast, hvað hún þarf að gera, hvernig að standa til að eiga þetta góða líf sem við öllu þetta viljum. Þetta er allt hér. Þannig að þú færð ekkert betri kennara heldur en orð Guðs, en þú munt aldrei nota þennan kennara eða fá áhuga fyrir því að nota hann nema eftir að gjöfin kemur, fylling heila sanda. Sem sagt, drottinn frá A til Ö kemur því svo til vegar að þessi áhugi vakni. Eftir það mun hann hippa í þig, eftir það mun hann árétta fyrir þig mikilvægi þess að vera vel að sér í orði Guðs. Þannig að við erum án afsökunar, hvort sem ég eða þú, ef við erum ekki að gera þessi verk sem að drottinn uppáleggur okkur og við viðurkennum vegna þess að trúin hrópar eftir þessu svari frá mér að þetta sé það sem að ég geri best í minn garð. Ég ger ekkert annað betra en að stúdera orð Guðs, vera fær í orði Guðs, því að það er hægt, en það er vinna, heldur en þetta. Og að þessu fæðist náttúrulega heilmargt, til að mynda það, að þú ferð að skilja betur að drottinn mun vel fyrir sjá. Hann hvetur okkur til að þjóna sér, en segir jáfnframt
að hann muni vel fyrir sjá. Hann, hver er hann? Við vitum að það er Jesús sem verður að tala um. Af því hann lifir í dag. Hann dó rétt til það. Og hann var lagður í gröf rétt til það. Ef við munum eftir sögunni af konunum þegar það er ætla að koma að eitthvað að búa betur um líkið. Og þar inn í gröfinni steininum hafði verið velt frá og við þekkjum þessa sögu. Og fyrsta sem að konungurinn sjá eru 2 menn þar sem að líkið lá. Og meira, kublin eða hvað þetta var, hann var samanbrotinn á þessu stað þar sem hann lá. Þetta er mynd, allt eru þetta myndir. Þarna sjáum við mynd af því að læra að ganga frá eftir okkur. Þar er mörgum mislagðar hendur. Og það þarf eitt af þessu þarf alltaf að vera árétta. Annars tekur letin á okkur öll völd og við sleppum þessu núna og þá erum við í raun og veru búin að gefa boltan svolítið frá okkur. Sér næst þegar við ætlum að gera þetta en segjum, já við sleppum að gera þetta næst ekki. Þetta er svo fljótt að virka. Og hvernig helst maður þá við í þessu? Við gerum þetta alltaf. Við sleppum engu úr. Við gerum þetta alltaf. Þó við nennið enga veginn, þá láta okkur samt hafa það. Og verðum auðvitað sæl með það eftir á því að það sem við vitum að við eigum að gera, okkur líður nú yfirleitt mjög vel með það eftir á. Þó kannski hafi verið ströggl fyrirfram. Þarna komum við aftur að veikleika manni sem að, já, langar en gerir ekki alltaf það sem er rétt. Og það er alltaf rétt að taka sér orð Guðs í hönd til að fræðast af orði Guðs. Hér er bók, þú átt líklega bók, ég er viss um það. Ég þarf sem sagt að gera þessa vinnu, lúkun upp og finna það sem ég ætla að lesa og svo les ég það. Þetta er miklir margar blaðsjur þannig að þú hefur úr mörg að velja. Og einu er hægt að lofa að hvar sem þú drepir niður fæti þarna, þá mun það alltaf eitthvað gefa þér. Þannig er líka orð Guðs að þetta er svo stórt, hann er svo stór drottinn, höfum þetta bara svoleið, að það sem hann gerir, þú sérð stærðina. Og svo náttúrulega kemur reynslan inn í það að þú ferð að upplifa þessa stærð sem hann er og smæð þína og það er allt í lagi. Það er góðu leið til þess að verða þessi guðsmanniskja sem við erum kölluð til að vera. Dáin sjálfinu og risin upp í raunverulega í honum í deginum. Hvað merkir þetta? Við keppum eftir því að gera vilja hans í deginum. Og núna er einn dagur. Gærdagurinn er farin og þú vannst þá mörg góð verk. En núna þarftu að vinna líka mörg góð verk til að vera drottni þóknanlegur og þannig hafa dagarnir og árin liðið. Hver dagur fyrir sig. Og svona verður þetta áfram þangað til að þú kveður þetta blessaða lífið þitt. Eins verður með mig. Þannig að ég ræð sjálfur með hvaða hætti ég verði. Og ég hef valið fyrir mig að nota hluta af því í þetta verk, biblíulesturinn. Hann er ekki bara fyrir börn. Hann er líka fyrir börn, en hann er ekki síður fyrir fullorðið fólk. Þannig að hvatningin er alltaf sama. Gerum vilja Guðs og gerum hann í dag, hér og nú. Við erum í Sálmunum. 58. sálmur. Ég var að lesa nokkur vers þar. Þér voldugu
tali þeir í sannleika það sem rétt er. Dæmi þeir mennina af sanngirni. Nei, allir aðhafist þér ranglæti á jörðu. Hendur yðar deila út ofbeldi. Segir hér. Er ekki nokkuð til í þessu? Og það er mikið til á ofbeldi. Ofbeldi í alls konar formi. Þannig að hann er að hvetja okkur í aðrar áttir með verkinu okkar, heldur þessi. En þetta er út allt í kringum okkur. Guðlausir menn villast allt frá fæðingu. Þarna komum við að því að við þurfum á Jesú að halda. Guðlausir menn villast allt frá fæðingu. Sem sagt, þú fæddist og ert í raun og veru 8 viltur strax. Og þú munt sjá þetta svona þegar viti þegar að vaksa meira bara með árunum. Að svona er þetta. Kannski áttar þig ekki á þessu, en þú munt örugglega átta þig á því þegar drottin hefur miskunnað sig yfir þig, fyllti heilugum anda og þú ferð að skilja stærðina hans og smæðina hjá þér. Og þú ferð að sjá og festa hendur á þessari festu sem orð Guðs er. Og þú getur sem sagt vegið og metið það sem er og það sem var. Þegar allt var á faraldsfæti, ekki handfestanda á neini í raun og veru. Það var að tala um það hér, frá fæðingu hafi menn vilst. Hvað er það hann að villast þegar maður hefur enga neinstað til að festa læsa í, eitthvað sem er tryggt og örugt. En þú hefur það í orði Guðs. Og þetta er því hvatningin sem við hvetjum menn og eru því að tala sannleika, af því að orð Guðs er þetta. Kristur kom til að staðfesta þetta og fullkomna þetta. Þannig við trúum á Jesú. Já, 4. versið. Guðlausir menn villast allt frá fæðingu, lygarar fara villur vegar frá móður skauti. Lygari. Hver er lygari? Ekki þú? Ekki, er það? Þú keppist eftir því að segja sannleikann. Það máttu eiga, en það er ekki allir. Sumum er slett sama sannleikann og þeir óta sínu tóta til að koma sínu fram. Þetta er Akkilesarhæll veraldarinnar, fallinnar veraldar. Og hví skildi hún ekki vera á þessum stað? Sjálf guðlaus. Því skildi hún ekki vera á þessum stað sem hún er á. Þannig að við breytum engu. En við getum boðað Jesú krossfestan og uppristin. Það getum við gert. Og það munum við gera að því að drottinn minn sjálfur sjá að við vinnum þessi verk. Já, hann er allt í öllu, alltaf. Ég geti því ekki þakka mér nokkuð skapaðan hlut að þessu. Ef ég get þakka mér einhvað, þá væri það kannski það að ég hef þó hlýtt og gert það sem drottinn er að bjóða þá og þá. Verkið er nú ekki stærri þetta sem ég inni af hendi, en drottinn segir að vera mikilvægt. Og í stakkurju, það liggur alveg fyrir. Hann er að nota manneskjur til að tala til annara manneskja. Þannig er þetta. Þetta er mikill leyndardómur, en þetta er skipulagi á Guði. Og það er alveg hægt að skilja það, hann sé með þetta skipulagi á, að því hann elskar fólk. Hann elskar mann, hann elskar konu. Hann elskar að starfa með þeim og í gegnum þau. Að því hann vill hafa þau hjá sér. Þetta er það sem að trúin gefur okkur. Og þess vegna verður trúin okkur alveg sérstakt haldreipi sem við viljum ekki missa af né sleppa. En gangan er eins og hún er. Hún er strembin og það er alls konar raddir sem koma að okkur til að segja okkur eitthvað allt annað en hér er verið að segja til að mynda. Þess vegna
getum við ekkert annað gert nema hvatt menn og konur að orði Guðs og sagt, berðu sjálfur ábyrgð á því sem þú ert að nema. Og lestu daglega og stúderaðu daglega einhvað og trú þín mun viðhaldast og vaksa. Ekki bara viðhaldast, heldur vaksa. Það er eðli trúar að vaksa, þar að segja, fá hún til þess skilyrði. Og hver gefur þessi skilyrði? Ég get ekki gefið þér þessi skilyrði. Þú verður að taka við þeim og búa þau til sjálfur fyrir þig. En aðferðin er hins sama. Aðferðin er orð Guðs og hver tegir sig eftir trúnni, eftir orði Guðs nema trúin í þér. Þannig hún er verkandi og hún sýnileg að þessu leiti og svo mörgu öðru leiti. En erum við að sjá þetta svona? Það er eitt af því sem Guð vill að við sjáum. Og hvað segjum við ef við sjáum þetta svona? Guð er harla nærri. Hann er ekki langt frá okkur. Já, hann er allt í öllu og sérum að við gerum allt það sem hann vill að við gerum, af því að það sem hann vill að við gerum er hið rétta. Og hvaða trúaður maður þrætir fyrir það að það sé annað rétt af trúnni en að grípa orð Guðs og finna sér eitthvað stað til að lesa. Ef að menn lesa þetta ekki skipulega, sumir gera það og kannski flestir, en sumir grípa handófskent í þetta og ég held að kannski allir geri það þó þeir lesi skipulega og reglulega, að þá geta þeir samt alveg tekið það upp hjá sér að grípa til biblíurinnar og öðrum tíma heldur en þessu venjulega. Þannig er orð Guðs. Það verður okkur kært. Svo fyrir við að elska þetta orð Guðs. Svo mikið að hver sem við förum og hvar sem við erum, skal það vera að orð Guðs sé einhvers staðar með okkur. Vegna þess að þetta er okkur það kærast sem við eigum. Og það eru góð býtti. Það eru góð býtti. Þannig að við vitum svona hausarsporðað í hvernig við eigum að gera þessi verk svo vel fari og spurning hvort við erum að vinna þau með þeim hætti sem Drottinn vill. Það er stóra spurningin sem svona þáttur getur alveg svona ítt og hreyft við okkur í þessa átt, enda ætlaður til þess með beinum hætti. Eins og við höfum oft talað hér, þá er þetta ekki massi kennsla upp úr orði Guðs, heldur miklu meira taktana þér sjálfur í hönd, byttu heilagan anda að útskýra þetta fyrir þér og byrjaðu svo. Með öðrum orðum, veldu fyrir því sjálfan að bera ábyrgð á þinni trú. Þú ert manneskja, þú ert vitiborin manneskja, þú ert fyllt heilugum anda til jafns við hvert sem er, myndu það. Og ef einhver einn getur þetta og orðið viskubrunnur í orðið Guðs, þá getur þú það líka. Því að þú ert með nákvæmlega sömu skilyrði í þér og þessi kannski viskubrunnur í þínum augum hefur. En þú getur reiknað með því að viskubrunnurinn sé það að vinnu þeirri sem hann hefur lagt á sig við verkið og það eru kannski margir klukkutímar og fleiri klukkutímar heldur en þið grunar nokkru sinni. Ef þú vilt fræða þig, þá er það bara eins og hvert annað nám. Ekkert nám bara fæðist fram af engu. Þú þarf að sinna því, eða ekki? Og svo tekur þú próf í því. Og þú auðvitað væntir góðar enguna. Og kannski færðu góðar enganir. Vegna þess að þú kemur undirbúin og klár. Það er sama í trúnni. Þú ert að fræða þig að þú vilt standa klár á hlutunum. Þegar nægir í raun og veru ekki að næsti maður við hliðin
á þér sé með alltaf þurr og hreinu. Þú getur alveg glaðst yfir því og glaðst líklega yfir því, en það gagnast þér ekki mikið sjálfum og sjálfri ef að þú ert eitthvað stór út í móa með þína trú. Við þurfum alltaf að draga hringutanum einstakling og ég er einstaklingur. Ég þarf að vera vel að mér og ég þarf að gera það sem þarf og ég veit hvernig á að gera það. Ég gef mér tíma einhvern á hverjum degi, mikinn, lítinn, en einhvern á hverjum degi. Þannig að maður er alltaf vakandi yfir þessu, ekki sofandi. Sofandi maður er nú harla afkasta lítill. Við megum ekki sofa á verðinum hvað orð Guðs varðar. Við sjáum að hvernig sem allt snýst og fer, þarf alltaf að heyrast þessar hvatningaraddir að þessu verki. Við erum að hvetja fólk að alls konar verkum og sumir hafa þann starfa að hvetja menn að orði Guðs og það er hvatningana í raun og veru. Því að það eru allir þeir lyklar sem lífið er að kalla eftir og hrópa eftir og þú ert hluti af þessu lífi. En hefur gefið þér tíma í þetta verk að vera undir afli trúarinnar og orðsins. Þú hlýtur að vilja það eftir að trúin er komin, ég trúi nú ekki öðru og veit reyndar alveg hvernig trúin starfar, því hún starfar þannig í mér og hún starfar ekkit öðru í mér heldur en öllum öðrum mönnum og konum. Trúin er bara þetta. Hún kemur þessi til leiðar að þessi áhugi á því sem ekki var er komin alveg á fullu. Og þess vegna gæti þetta verið eina bókin á þínu heimili í dag. Hún er það kannski ekki alveg hjá mér, en uppundir það að vera bara þessi bók. Ég gríp hana og enga aðra bók, því ég les ekki neitt nema orð Guðs. Segi ég mér þetta er hrós, ég segi bara sannleikann að svona er þetta. Mér finnst þetta ágætis biti. Ég er ekkert að segja hvað þú átt að gera. En ég hef ekkert á móti því að hafa þetta svona. Í orði Guðs þrái ég að vera vel að mér. Ekki til þess að miða við þig að mér varðar ekkert hvar þú ert. Og ég hef auðvitað áhuga á því að þér bara vegni vel. Ég vil vera vel að mér í fræðunum, því ég elska orð Guðs. Elskar þú orð Guðs? Ég vona þín vegna svarið sé já. En hvað ertu þá tilbúin til að gera fyrir það sem þú elskar svona heitt? Kannski allt. Kannski ertu alltaf á leiðinni. Kannski þetta og hitt. Einnig þar þurfum við að taka okkur taki. Við þurfum að velja. Og ég hef valið að hella mér svo litið yfir orðið og hef gert það alveg frá því ég eignaðist trú. Og það mun Drottinn staðfesta að er hinn réttu orð. Og svona hefur þetta verið. En þú auðvitað veist ekki af þessu því að allt svona fer fram bara þegar hann var einn. Og mér er alveg saman með ykkur vitni. Ég er bara að segja það sem er. Sumir trúa þessu, kannski hrista ykkur fallega kollinn sinn, eða það er bara allt í lagi, ég mega bara gera það. Eða nenna því. Sumir nenna öllu svona. En ekki það sem því sem þeir ættu að nenna. Þeir nenna því enga veginn. Sumir eru tómur hégómi og menn eru nú reyndar flestir tómur hégómi. En það er ekki hégómlegt verk, né einskis nýtt verk, að vilja fræðast upp úr orði Guðs, því að þar eru allir lyklar sem þú þarft. Ef þeir eru ekki þar, þá máttu alveg líta á það að þú vilt að þú þurfur ekki á þeim að halda. En þú mátt líka alveg hugsa í ykkur öðruvísi. Já, sko lesum við í Malaki núna. Merkilegt
þar, 3. kafli, og það hljómar svona í Jesú nafni. Sjá, ég sendi sendibúða minn, hann á að ryðja með brauð, sendibúðin. Er hann ekki að tala um Jesú þarna? Er hann ekki sem ruddi orðinu brauð í eitt skipti fyrir öll? Og gerða verkum að þegar því verki lauk geta menn einhend sér í að klára ritverkið. Og það komu áratugum eins og vorum að tala um áðan. Hinn hlutin af Biblíunu kemur á öldum. Þannig að eftir að hann hafði unnið sitt verk, gat að sagði, strákar, nú klárum við þetta verk og gefum það út. Í einni heild. Ég veit reyndar ekkit hvernig Biblían var gefin út til að byrja með. Kannski voru þetta bara marga bækur og hægt að kaupa eina og hverja bók. En allavega í aldir hefur hún verið í þessu formi. Ein bók en 66 bækur aðrar í þessar einu bók. Gamla testamentið, Nýja testamentið í einni bók. Eins og voru líka að tala um, þetta er merkilegt, að Gamla testamentið verður til á öldum. Kannski á yfir 1000 árum, ég veit það ekki. En Nýja testamenti kemur á áratugum. Eins og voru líka að tala um, og það er líka merkilegt, þá var þetta, sem sagt, verkinu var lokið. Nú var þetta gera því skil á viðeigandi hátt, og það var gert. Allt eru þetta samtímamenn Krists, og sumir af þeim gengu með honum, en samt ekki allir. Páll postuli, hann kemur nú eftir að hann er upprisinn, og við munum hann er að fara til Damaskus til þess að ganga á milli bóls og höfuðs og þessu flökkulíð sem að kristnir menn voru taldir í hans sögum. Og hann fær til sín, Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Hver er þú, Herra, sem ofsækir mig? Þeim ég er að ofsækja eitthvað í þeim dúr. Ég er Jesús Kristur, nefndi hann ekki nafnið sitt. Þá var hann upprisinn. Og Páll, því Kristur er góður, hefur þann heiður að skrifa oppa Nýja testamentisins. Þessi maður sem ofsótti söfniði Krist og var bara að ganga af dauðum. Þannig var það nú í raun og veru að hann gekk svo hastalega fram í þessu að þeir voru bara að hann var að ganga af dauðum. En þetta gat það ekki gerst. Þarna kemur fram með mjög skýrum hætti að Jesús lifir. Hann horfði á þetta allt. Og svo þegar gamli var alveg sjóðandi illur að fara bara að klára málið, eins að þetta lið út, þá sagði hann, nú ætla ég að sýna hvað ég er. Og hann kemur, mikill kappi maður, Sál, hann bara bang, varpaði svoleiðis ljós í augun á honum, hann blindaðist. Þessi kappi, mikli maður, hafði þurfti að fá stuðning frá samferðafólki sínu til þess að rata. Smá niðurlæging, en ekkert hann að ræða, því hann var staurblindur. En þessi maður verður eitt mesta haldreipið fyrir okkar trú í dag, Páll postuli. Kristur skiptur nafn á honum og við getum alveg skilið það að það hafi þurft að gera það því að Sál, nafnið Sál, hafði svo rosalega vont orð á sér meðal kristinna manna. Þannig það er vel hægt að skilja það að þetta nafnið Páll hafi komið seinna. Þá auðvitað eftir hann er kristinn maður. Og við þekkjum hann undir nafninu Páll, en að því að við erum að grúska í sögunni, sjáum að eitt sinn hét hann Sál. Það er annar Sál í Biblíunni miklu framar, Sál konungur. Og Davíð konungur er sem sagt arftaki hans.
Sál var nú ekkit farsæll konungur, en Davíð var með þeim allra farsælustu í Ísraels landi fram á þannig dagleiklega. Ég held að þessi komin tíma á þetta hjá okkur, heldur betur, og þá verði ég vist að kveðja, blás á kertið, slekk á inn og eftir, og sem sagt ég verði hér eftir viku, og þú mátt alveg biðja fyrir þeim þætti, við skulum ætla og vona að verði svo besti til þessa. Þessi var góður, en við viljum alltaf gera betur. Hveð? Já, við sjáumst eftir viku.